Komið sæl og blessu, kæru loftmerki. Í dag ætlum við að kíkja á nokkur rúnaspil. Þetta eru spilin sem við notum. Viking Oracle heita þau. Wisdom of the Ancient Norse. Afsakið, ég hef ekki notað þau svona á þennan hátt áður. Við ætlum bara að taka hérna stuttalögn fyrir hvert merki. Við byrjum á vatnsberanum, svo er það tvíburinn og síðan voginn í lokin. Loftmerkin allir röð. Ok. Já, kæri vatnsberi, hér eru spilin þín. Fyrsta spilið táknar málefnið eða spurninguna eða bara stöðu þína núna þegar þú ert að horfa á þetta. Og það er hún sem hér heitir Evars eða Ævars. Mynd af þessum fallega hesti. Skilaboðin til þín hérna eru að þú eigir að opna sjálfa þig fyrir flæðinu og vera í núinu. Það er að segja þetta spil táknar nútíðina, ekki framtíðina, ekki fortíðina, heldur akkurat það sem er í kringu þig núna og það sem þú ert að fást við. Þannig að þetta er pínlítið tengist þessu sem ég var að segja að þetta er verkefnið þitt núna eða spurningin akkurat núna. Það er að minna þig á að fortíðin er liðin og þú ert ekki fortíðin, heldur ertu bara það sem að þú vilt standa fyrir akkurat í dag. Það er kraftur í þessu spili sem að segir að þú er að bregðast við og bregðast skjótt við, ekki bíða eða láta hlutina drabbast, heldur taka, hvað að segja, bara ráðast í verkin, skulum við segja. Já. Og með því að vera í núinu, þá verða verkin auðveldari, þá er ekkert sem truflar. Þá er einbeitingin fullkomlega það sem hún á að vera. Þú einn veist, kæri vatnsberi, hvernig þetta tengist málefninu eða spurningunni þinni. Kannski ertu bara að velta fyrir þér stöðuðinni núna. Hún virðist vera jákvæð og skilaboðin eru bara að horfa hvorki aftur og bak né áfram heldur horfa á það sem er að gerast akkurat núna. Leiðbeiningarnar eða það sem þér ber að gera í þessari stöðu, þar færðu rún sem heitir Kenas. Ok. Þessi rún talar að gera í staðinn fyrir að hugsa eða bara tala, að framkvæma sessat. Þetta er í raun og veru kannski svolítið framhald á kraftinum sem kom hérna með hestinum. Það er búið að lýsa upp leiðina fyrir þig framundan, þannig að þú þarft ekkert að vera smeykur að veit ekki hvert þú átt að fara, kæri vatnsberi. Það eru sterk skilaboð í þessu spili að þú lærir af þér vitri, reyndari og eldri mönnum eða fólki. Það er að segja að þetta gæti verið kynslóðatengt, að þú snúir þér til þeirra sem að hafa meiri reynslu en þú,
Það getur verið innan fjölskylduna þinnar, foreldrar eða forfeður eða áar. Nú eða bara einhver á vinnustaðnum sem að hefur betri fagþekkingu. Þetta er eiginlega bara að leita sér svona upplýsinga og leita sér ráðgjafar hjá þeim sem að hafa meira vit en þú sjálfur. Og svo að því að þetta er eldur í einhvers konar kyndli, þá er verið að tala um það að með því að við lýsum upp skuggana okkar, þá skiljum við betur okkur sjálf og hegðun annara líka. Þannig að við skiljum skuggahliðarnar okkar, þá vitum við betur af hverju við högum okkur eins og við gerum og getum þá kannski sýnt okkur meiri og betri skilning á móti og kannski samkennd sem að við mörg hver erum ekkert alltaf gjörn á að veita okkur. Þú verður að varast það að halda að þú vitir allt eða þú eigir að vita allt. Kæri Vatnsberi, þú ert mjög klár og svona lærdómur og viska er eitt af þínum aðalsmerkjum og þú ert auðvitað loftmerki sem að loftið táknar fróðleik og kennslu og allt sem hefur með orð að gera og hugan. En þú verður kannski að brjóta odd af aflætiðinu til að leita upplýsinga annars staðar frá. Ef svo er, þá bara er það sem þú þarft að gera. Það er allavega búið að lýsa upp leiðina og leiðin er greið, þannig að haltu bara áfram. Og svo þegar að það ferlið er farið í gang, þá færðu hérna Well of Weird sem að er held ég kallaður urðarbrunnur á íslensku. Þá færðu urðarbrunn sem svona framhaldsspil, útkomuspil. Urðarbrunnurinn talar töfra. Að töfrar séu bara raunverulegir eða galdrar eru raunverulegir og í raun og veru það sem að rekur alheiminn áfram. Það eru galdrar að baki öllum öflum alheimsins. Þínir galdrar, þín orka, þinn kraftur er líka raunverulegur og aðalaflið í þínu lífi ert að sjálfsögðu þú sjálfur, kæri Vatnsberi. Og hér er aftur verið að tala um ekki dvelja of lengi við fortíðina, afsakið, því að þá myndu missa af einhverju í nútíðinni og þar á leiðandi tækifærið þínu til að hafa áhrif á framtíðina. Allt er tengt saman. Líka þar sem að okkur finnst algjörlega okkur óviðkomandi, við erum öll hluti af heild. Þetta er svona svipuð skilaboð voru hérna í heimunum 9 í öðru spili sem kom hérna upp. Ok, þannig að þetta er mjög jákvæð skilaboð að halda þessu flæði hérna gangandi, muna að vegurinn er upplýstur og það er bara mikill kraftur sem kemur hérna sem framhald af þessu. Ef til vill ertu að fara að uppgötva einhverja nýja krafta, nýja orku, nýja hæfileika hjá sjálfum þér, einhverja nýja leið til að hugsa hlutina öðruvísi
þetta með að reyna að vera meira í núinu. Askur Yggdrasils, sem sagt tréð sem að þessi 9 heimar sem ég talaði áðan ber uppi, tréð sem ber þá uppi, það sækir næringu sína einmitt í urðarbrunn. Ég að rifja upp, þið verið afsaka, ég ekki rosalega vel að mér í þessum norrænu fræðum. En urðarbrunnur í raun og veru næringarforði fyrir askinn. Þannig að þetta líka spurning fyrir ykkur, kæru vassparar, að skoða hvaðan sækið þið næringu, hvaðan sækið þið þekkinguna ykkar. Það verður kannski breyting á núna og þið farið að leita meira til eldri kynslóða eins og kom fram í þessu spili eða sækja meiri þekkingu í núið bókstaflega. Askur Yggdrasils tréð sjálft stendur líka svolítið fyrir núið. Þannig að framundan tími þar sem að þið kannski þurfi bara að skoða betur hvað að gerast hjá ykkur og hvernig getið þið lært af því og hvernig getið þið fengið orku, hvaðan fáið þið orkuna ykkar. Og sækið þið hana í nútíðina, fortíðina eða framtíðina. Ok, pínu óljóst en þetta svona aðalatriðin á þessu sem að kom hérna fram. Þá þakka ég ykkur fyrir, kæru vassparar, og ætla að snúa mér að næsta loftmerki sem tvíburarnir. Komið sælir og blessaði, kæru tvíburar. Hér eru spilin ykkar. Fyrsta spilið táknar svona spurninguna eða málefnið eða stöðuna sem þið eru í akkurat núna og síðan koma hérna ráðleggingar eða leiðbeiningar og framundan svona ný staða eða hvað kemur út úr þessu ferli sem að fer hérna í gang. Og það sem þið eru að velkjast með eða spyrja eða stöðuna sem þið eru í núna, þar fáið rúnina lagus eða lögur sem að stendur fyrir vatn og mikið flæði. Þetta í raun og veru skilaboð til ykkar að streitast ekki á móti því sem að gerast. Ekki heldur reyna að flýta því of. Það tími og staður fyrir allt. Og leyfðu hlutunum bara að koma til þín, kæri tvíburi, á þeim tíma sem að þeir koma. Láttu hlutina frekar gerast hægt heldur en hratt. Því að vatnið flæðir mjúklega þegar ekkert ýtir á eftir því. Leyfðu sjálfum þér að vera í tilfinningunum þínum, leyfðu þér að dreyma og notaðu ímyndunaraflið þitt. Taktu mark á ímyndunaraflinu þínu. Þannig að þetta svona tilfinningaspil og segir kannski að þú sé staddur í einhverju tilfinningaflæði. Þetta vill eitthvað sem að þú ert ekki vanur eða hefur ekki upplifað lengi. Þetta getur verið bara einhvers konar líðan sem að
hefur áhrif á hvað þú ert að gera. Þetta getur verið tilfinningar til annarra manneskju. Og þetta með að ýta ekki á eftir, ef til vill er verið að ýta á eftir þér og þú ert svona í einhvers konar mótþróa eða þú vilt ekki leyfa þessu tilfinningaflæði að svona finna sín rétta farveg og flæða yfir þig. Þannig að kannski er eitthvað stíflað í þessu flæði hjá þér. Þetta táknar líka andlega orku og andlega þáttinn í lífinu og það að nýta andlega orku á jákvæðan hátt, láta hana flæða þangað sem að henni ber. Já, það er svona innihaldið í þessu spili. Þannig að skoða það hvort það sé eitthvað flæði sem er stíflað og hvort að þú sér þá að stífla það eða einhverjar ytri kringumstæður sem eru kannski að halda aftur af einhverju sem að þú ert að vonast eftir að fari af stað. Við skulum sjá hérna leiðbeiningarspilið. Það er Freyja sjálf. Freyja stendur náttúrulega fyrir allt sem er kvenlegt, alla kvenlæga eiginleika, þar á meðal tilfinningar, fæðingu og dauða. Og Freyja var frjósemisgyðja, mikil frjósemi sem tengist þessu spili, en hún gat samt verið mjög harður andstæðingur þegar að þannig lá við og hún vann alltaf sínar orustur sjálf. Hún var vandlát á þá sem hún lagði lag sitt við. Hún var samt sem áður mjög tilfinningarík og bjóði miklum heilunarmætti og þó hún hafi verið fögur og búið yfir ytri kvenlegri fegurð, þá eins og ég sagði bjóðun yfir ýmsum öðrum eiginleikum líka. Þannig að fyrir mér að sjá þetta svona hérna hlið við hlið tengjast þessi spil hvort öðru á tilfinningasviðinu. Þannig að og hvort sem að það er kona sem umræðir eða manneskja, bara annar aðili sem að Freyja kannski stendur fyrir hér, þá er þetta leiðbeiningaspilið þitt eða ráðleggingarnar. Það getur verið að það sé verið að ráðleggja þér ákveðin samskipti við þessa mannesku eða að hafa tilfinningaflæði á milli ykkar opið og ef til vill að tjá þig tilfinningalega. Kannski er það hún sem að kemur og tjáir sig við þig og það er verið að minna þig á að þetta með ytri fegurðina, að ekki að láta bara glepjast af henni heldur en að skyggnast undir yfirborði líka og meta aðra eiginleika. Freyja er líka svona tákn fyrir verndara kvenna. Þannig að ef að þú ert í því verndarhlutverki og þarft að svona standa upp, stíga niður fæti, þá getur þetta verið vísbending fyrir þig það. Hún var mjög vitur líka og kvenmenn sóttu til hennar, sóttust eftir blessun hennar og ráðleggingum varðandi allt sem að
tengdist kynlífi og allt sem tengdist göldrum. Og konur vildu helst fá að enda hjá Freyju þegar að þær létu líf sitt. Og vildu fá að vera í hennar sölum eftir dauða sinn. Ok, útkoman, þriðja spilið, þegar þetta ferli er farið á stað, þegar tilfinningaflæðið er komið í gang og einhver tenging hérna við þessa mannesku, þessa konu, er komin á, það er ekkert annað, það er Yggdrasill sjálfur. Það fyrsta sem ég sé er bara takmarki náð, bara fullkomnun, heilun, Yggdrasill talar, þetta er náttúrulega miðja alheimsins, þar sem að allir hinir heimarnir búa. Þú ert partur af þessu tré, þetta er tré lífsins. Tré lífsins er partur af þér, þú ert bara komin heim, þarna áttu heima. Það er aftur verið að minna þig á að þú ert hluti af stærra samhengi. Þú ert hluti af einhverju stærra en þú. Og þú átt bara skilið stórkostlegt og gott líf. Örlögin eru ráðin og þú hefur líka átt þátt í því að skapa þau með vilja þínum. Haltu jarðtengingunni og vertu í núinu, vertu til staðar, stendur hér. Ég get ekki lesið þetta öðruvísi en að þú, kæri tvíburi, sért að fást við einhvers konar tilfinningatengingu í þínu lífi varðandi þessa sterku, fallegu konu eða sterku, fallegu mannesku. Og þegar að þessi tilfinningatenging er komin í það flæði sem hún á að vera í, með tjáningu, með samskiptum, með því að báðir aðilar gangist við í raun og veru tilfinningum sínum, þá er loka takmarkinu náð. Þá eru þið komin, þú og þessi einstaklingur, þá eru þið komnir á þann stað sem að svona ykkur er ætlað að vera á, sem að örlögin hafa ætlað ykkur. Þetta getur verið líka bara tréð getur líka bara staðið fyrir einhvers konar loka skuldbindingu sem að oft er táknuð með giftingu eða með hringum eða með einhverju slíku eða stofnun fjölskyldu. Þannig að þetta myndi ég segja væri svolítið svona sambandstengt án þess að þetta átt að vera einhver ástarlögn sko, en stundum bara fara hlutinni þannig og ef til vill, kæri tvíburi, var það bara einmitt það sem hún varst að spyrja um. Ég veit bara það að lögnin þín er mjög ólík öllum hinum sem að ég er búin að leggja. En þá óska ég bara alls hins besta, kæri tvíburi, með þetta og ég ætla að snúa mér að þriðja loftmerkinu sem að er Vogin. Komið sælar, kæru Vogir. Hér eru spilin ykkar.
Fyrsta spilið sem sagt staðan eitthvað núna, spurningin eða vangavelturnar sem að þið eru að pæla í þegar þið horfið á þetta myndband. Og mér sýnist eins og þið eigið í einhvers konar erfiðleikum. Þessi rún, Hagalas eða hagl held ég eins og hún heitir bara á íslensku, táknar bókstaflega haglél. Þetta eru skilaboðum að nú tími til að stoppa og hvíla sig aðeins og eyða orkunni ekki of. Því að þessi vandræði eða þessir erfiðleikar sem eru í kringu þig, sem að þú ert staddur í Kæruvog eða stödd í Kæruvog akkurat núna, þetta getur haft í för með sér að þú þurfir að gera mikla breytingar í lífið þínu. Þetta geta verið tímabundnar breytingar sem að munu svo ganga yfir, eins og máltæki segir, öll él birtir upp síðir. Þið sjáu þarna þennan stríðskappa, hann horfir rosalega einbeittur og fókuseraður, en hann að horfa til fortíðar. Það ekki alveg leiðin í þessari stöðu sem að þið eruð í. Þú ert mjög sterkur eða sterk og kemst alveg yfir hvað það nú sem þú ert að ganga í gegnum. Það eru skilaboðin til þín, þú munt komast yfir þetta. Það nauðsynlegt að sýna þrautseigju, sýna þolinmæði og það líka nauðsynlegt að þú lærir af stöðunni sem þú ert í núna til þess að þú lendir ekki í henni aftur. Svo getur líka verið að eitthvað drama sé í gangi í kringu þig í lífiðinu sem að þú ert hreinlega að gefa allt of mikla athygli og það bara að draga úr þér orku. Og þá ég eiginlega að meina drama hjá öðrum. Það bara þrennt með drama. Annaðhvort skapar það sjálfur, samþykkir það eða bara forðast það. Það að segja samþykkir það hjá öðrum eða forðast það. En þetta sem sagt, já, það mjög auðvelt að sjá þetta fyrir sig bara myndrænt sem haglél sem aftur að ganga yfir. Élið getur verið mjög hart og kalt og dimmt og getur varað mjög lengi. En svo líka spurning að þú spyrjir sjálfa þig, hvers vegna ég staddur hérna í þessu éli? Hvað var ég að gera sem olli þessu? Á ég eitthvað þátt í þessu sjálfur eða sjálf? Eða ég bara að taka afleiðingum af einhverju sem aðrir að gera? Hvernig stendur á því að ég hérna í miðri baráttu og að finna hérna sársaukana af þessu hagléli? Ok, það eitthvað varðandi 9 daga líka. Það sést númeri 9 á spilinu, táknar 9 daga. Þannig að frá með deginum sem að þú sérð þetta myndband eru 9 dagar mikilvægir að þá verði einhvers konar breyting eða viðsnúningur, snúningur. Ok, þá það leiðbeiningarnar eða ráðleggingarnar til þín, Kæruvog. Það rúnin Eivars, eins og hún heitir, sem táknar fyrst og fremst núið. Horfa ekki tilbaka og horfa ekki of langt fram í tímann, heldur einbeita sér að núinu og vinna í því.
Það er líka styrkur og mikill styrkur og kraftur í þessari rún og hún bendir þér á að bregðast við, takast á við hlutina, opna sjálfa þig fyrir flæðinu sem er í gangi, vinna með alheiminum, með náttúrunni en ekki á móti. Ef þú tengist eitthvað hestum þá eru þeir eitthvað jákvætt element í þínu lífi. Það er verið að tala líka að þú tengir þig meira við, já, ég sagði náttúruna áðan, það er að segja ryþman í náttúrunni, árstíðirnar. Fylgja árstíðabundnum mat til dæmis og nú er vetur þannig að það er ákveðin matur sem að gagnast þér betur á veturna heldur en á sumrin. Eitthvað svoleiðis sem sagt að svona horfa til náttúrunnar varðandi hvað er gott fyrir þig og muna þetta með fortíðina. Þú ert ekki fortíðin þín, heldur er hún bara liðin og þú ert bara það sem þú vilt vera í dag því þú hefur frjálsan vilja til að breyta og koma þér út úr élinu. Ok. Vatn er element þessara rúnar. Það er þetta flæði sem að skiptir svo miklu máli. Streitast ekki á móti flæðinu og vatn felur auðvitað í sig tilfinningar. Þannig að ef til vill er eitthvað tilfinningaflæði sem að þú hefur verið að streitast á móti og ert þess vegna staddur í miðjum bil. En ráðleggingarnar til þín eru í raun og veru að opna á flæðið og fylgja því. Ok, útkoman eða svona loka spilið þegar þetta ferli er farið af stað. Það er rún sem heitir Sóvuló og ef mér misminnir ekki þá heitir þetta bara sól á ástkæra ylhýra. Hérna er bara verið að tala að þú ert á réttri leið. Og það er þá í samhengi við þetta sem ég var að segja, að þú opnir á flæðið. Þú ert á réttri leið, þú ert að fylgja tilgangi þínum. Þú gætir þurft að skilja eitthvað eftir eða einhverja eftir til þess að þú náir þínu takmarki. Og svo er verið að tala um sannleikann, hann er beint fyrir fram að þig. Þú þarft bara að velja að sjá hann og opna augun. Ef þú hefur verið að upplifa erfiða tíma, mundu þá að framtíðin þín er björt. Það er að segja, erfiðu tímarnir eru á leið út úr lífi þínu ef þú fylgir þessu flæði. Þetta með sannleikann. Að opinbera sannleikann, að horfast í augu við hann og horfast í augu við hvað þér er virkilega ætlað, hver þín leið er. Það eru sterk skilaboð varðandi það. Að þú, hvað heitir þetta? Að þú virðir sannleikann, sem sagt honor the truth. Með því að horfast ekki í augu við hann og með því að grafa hann einhvers staðar niður, þá ertu að gera sannleikanum óleik og gera sjálfið þér óleik. Þú þarft að fagna honum, virða hann, takast í augu við hann og jafnvel hampa honum svolítið. Á tímum víkingana, þegar að ekki var neitt pappír til að skrifa samninga á,
þá treystu þeir bara á það sem fólk sagði og gerði og það var bara talin fullgildur samningur, loforð. Það var litið á loforð sem fullgildar samninga. Og sannleikurinn er einn af 9 hvað heitir þetta? Vantar íslenskt orð, virtue, dygð, einn af 9 dygðum sem talað í Eddu. Og þar er fólk varað við því að brjóta eða slíta loforð og gera þannig sannleikanum óleik. Það gat skipt sköpum og það gat varðað lífið að dauða, hvort að fólk stóð við loforð sín eða tók sannleikan gildan, horfðist í augu við hlutina eins og þeir voru á tímum víkingana. Það er verið að benda þér á hérna, fyrst og fremst þarftu að spyrja sjálfa þig, er ég sannur gagnvart sjálfum mér? Er ég að fylgja mínum sanna vegi, minni sönnu leið? Er ég að lifa samkvæmt boðorðum eða standardum annarra? Eða er ég bara að setja mín eigin viðmið? Ber ég einhvers konar grímu? Þori ég ekki að sýna mig eins og ég er? Er ég hræddur við álit annarra? Er ég hræddur við að aðrir munu gera lítið úr því sem ég hef? Þannig að það er svona ákveðin sjálfskoðun í þessu spili líka. Vegna þess að þetta er sólarrúnin og hún auðvitað bara lýsir upp og birtir allstaðar þar sem hún er. Það færi í raun og veru ekkert hulist, hvað segir maður, falist fyrir henni. Hún lýsir upp og þar af leiðandi kemur hún sannleikanum á framfæri. Ok, kæra Vog, þannig að erfiðir tímar eru á leiðinni út, svo lengi sem að þú tekur af skarið, gerir hlutina, tekst á við þá, einbeitir þér að núinu, þá er hérna björt framtíð fyrir þig og leiðin sem að þú átt að fylgja er hin sanna leið. Kæra Vog, þá bara þakka ég þér fyrir að horfa og hlusta og þá er lesturinn fyrir öll loftmerkin búinn. Ég óska ykkur alls hins besta, ljós og kærleikur til ykkar.